Tilefni núna í dag það að Ármann Jakobsson prófessor skrifaði grein á Vísi þar sem hann talaði að baráttan til verndar íslenskunni væri fullveldisbarátta. Án íslenskunnar myndum við tapa tilgangnum að því að vera hér með fullveldi. Og hann hingað kominn, Ármann Jakobsson, og annar prófessor, Eiríkur Rögnvaldsson, kominn hérna líka. Heyrðu, Ármann, hvað ertu að meina með þessu? Erum við á ögurstundu? Ég held að ég hef sett fullveldið í fyrirsögnina vegna þessara hugmyndir að íslenska sé bara eitthvað svona sérstakt tilteknið afmarka mál sem tengist engum öðrum málefnum samfélagsins og hægt að bara hafa svona einhverju góðu horni þar sem hægt að ráða málefni íslenskunar en sé kannski ekkert mjög mikilvægt, jafnvel svona tiltölulega léttvægt og fyrir bara einhvern afkima, málfræðinga og íslenskufræðinga. Þannig að ég vildi vekja athygli á þessu að íslenska er ekki bara... Þú ert að meina þetta samt? Já, íslenska er fyrir okkur sem einstaklinga sem ölust upp með íslensku sem móðumál, þá er íslenska svona kjarni hugsunar okkar. Og þegar við glötum henni, þá ef heimurinn glataði henni, þá erum við eins og útlagar í heiminum, sagði ég. Og var að hugsa til fólk sem hefur gert það víðum heim, sem hefur þurft að eyða fullorðins árunum talandi annar málin sitt, móðurmál. Og svo er þetta sjálfstæðsmál vegna þess að þegar innflytjendur fjölgar svona hratt þá er þetta talsverð hætt og það verður 2 mál í landinu og þetta hefði Íslendingar átt að sjá fyrir mörgum árum. Þetta er fjöldi innflytjenda tengist evrópska efnahagsvæðinu, frelsi til flutninga og mér finnst að íslensk stjórnvöld sem þá voru hefði átt að byrja að setja miklu meiri peninga í íslensku kennslu strax á 10. áratugnum en þá var hún ekki í tísku. Þannig að það þarf að kenna innflytjendum íslensku til þess að við getum viðhaldinni. Til þess að við getum skilið hvort annað og tala saman. Þú veist, auðvitað getum við tala millimál eins og algengast núna eins og ensku. En ég hef nú búið í útlöndum, til dæmis Danmörku og þá töluðu Danir ensku um hana, svo fóru að tala dönsku hver við annan og ef ég hefði ekki skilið hana, þá hefði ég ekkert vitað hvað þið voru að tala um og það sem þið töluðum á sínu eigin máli var það sem skipti mestu máli. Hvað segir þú, Eiríkur? Erum við á ögurstundu? Já, það er náttúrulega svo sem búið að vera að segja alveg síðan á 19. öld, Íslandingar sé að fara í hundana og alltaf verða unga kynslóðin sem er að fara með í hundana af því að það er alltaf eldri kynslóðin sem er hinn sjálfskipaði dómari sem setur viðmiðin og lítur svo á öll frávik frá viðmiðunum séu til hins verra en ég held að sé samt ástandið sé svona hvað ég maður segja varhugaverðara núna heldur en oft hefur verið einmitt út af þessari út af ýmsu, náttúrulega út af gífurlegum þjóðfélagsbreytingum og tæknibreytingum og ekki þá síst út af þessari miklu fjölgun innflytjenda og svona bara yfirleitt sókn enskunnar á öllum sviðum. En á 19. öld þá var íslenskan endurreist að einhverju leyti, eiginlega nútíma málið jafnvel búið til, verður jafnvel þetta að segja? Jú. Og ég einmitt í svona sjálfstæðisbaráttu vanda. Jú, það er rétt en það er náttúrulega, fólk er stundum að segja, íslenskan liði þetta af þessi dönsku áhrif á 19. öld og svona að við skildur ekki lífa að þessi ensku áhrif, en það er ólíkur saman að jafna, dönsku áhrifin á sínum tíma, þau náðu ekkert til, almennis, þau náðu fyrst og fremst til fólks í þessum fáu þorpum sem þá voru, til kaupmanna og embættismanna og alls ekki til barna og máltökuskeiði sem er náttúrulega viðkvæmasti aldurinn. Og það voru náttúrulega heimlik dönsk áhrif í ritmálinu og þau voru svona rekinburt að talsverðu leyti. Út af svona sem hluta sjálfstæðisbaráttu og sjálfsmyndar uppbyggingu þjóðarinnar. Já, einmitt að sem sagt til þess að Íslendingar náttúrulega notuðu íslenskuna í sjálfstæðisbaráttunni til þess fyrst og fremst að réttlæta sjálfstæðisbaráttuna fyrir sjálfum sér til þess að sýna fram á að þeir væru eitthvað sérstakir og þá náttúrulega skipti máli að færa málið sem næst fornmálinu, útrýma dönskum áhrifum og svo framvegis. En það að gera stór átak að kenna innflytjendum hér íslensku, veistu það vera raunhæf? Ég raunhæf og ekki raunhæf, ég held að þessi bara óhjákvæmilegt ef við ætlum að viðhalda
íslenskuna á annað borð og það náttúrulega eins og Ármann segir, sko, þetta svo margþætt. Það oft talað sagt að tungumálið sé fyrst og fremst samskiptatæki og það auðvitað rétt, það, en það jafnframt menningarmiðlari á milli kynslóða, tenging okkar sem sagt við bara sögu og menningu landsins og við erum að hafa það í huga líka og svo náttúrulega þetta að eins og Ármann nefndi líka, sko, þessi hætta verði þjóðin verði alveg tvískipt, það verði fólk sem talar íslensku, notar hana og svo fólk, stór hluti þjóðarinnar sem bara talar ekki málið og þá erum við komið klofið þjóðfélag og við höfum bara séð það í löndunum hér í kringum okkur, sko, hvað það getur verið alvarlegt þegar einhver talsverðu, þegar stórir hópar einangrast á þann hátt. Það er hættulegt fyrir náttúrulega vont fyrir fólki sjálft, vont fyrir menninguna og vont fyrir lýðræðið ef að stór hluti fólks bara getur ekki tekið þátt í lýðræðislegu þjóðfélagi. Nú eru lönd þar sem eru mörg tungumál, Sviss til dæmis. Í Sviss eru 25% landsmanna erlendir ríkisborgarar. Hér er það slá yfir 16%. Það er gríðarleg fjölgun á þessu ári. Þetta er það er lýðræði í Sviss. Það má ekki heldur gleyma því að fólk hér sem kemur hingað talar yfir ekki sitt móðmál á Íslandi. Það talar ekki sitt eiginmál, það talar ensku við okkur. Það er búin að það er farið úr einu máli ekki yfir í annað. Heldur það að tala svona millimál sem einfaldara mál og það verður alltaf einhvern veginn í stöðu útlendings svona utan við það sem mestu máli skiptir og það áhugavert að Íslendingar tala svolítið eins og það sé verið að pynta útlendingar til að læra íslensku en maður heyrir þessar raddir ekki mikið frá sjálfum innflytjendum. Þeir biðja meiri íslensku kennslu þvert á móti. Stundum heyrir maður að þú veist okkur eftir ég læri íslensku, ég fyrir vinnuna þar þarf allir pólsku, ég fyrir heim þar þarf allir pólsku, ég fyrir út í búð mér þar þarf allir pólsku. Okkur eftir ég læri íslensku. Það bara vantar hvatan. Já, það vantar hvatan ef námskeið ekki í boði og ef það er ætlast þess að fólk læri þetta bara á kvöldin fyrir svefninu þegar það þreytast. Ég meina, það er auðvitað ekki mjög hvetjandi þegar kannski fólk sér ekki þörfina strax, en auðvitað þeir sem ílendast á Íslandi, þeir fara að sjá hana auðvitað. Það er þannig að fólk sem býr hérna lengi, það áttar sig alveg á að það verður að læra tungumálið, alveg eins og við lærum tungumálið. Íslendingar læra tungumálið þegar þeir búi í Danmörku og Svíþjóð og alls staðar annars það þessi umræðum að við séum góð gestgjafi við hættum að tala íslensku, hún er hvergi nema á Íslandi. Ég verði ekkert var við hana annars staðar. Finnst þið ekki að það? Mér finnst stundum, ég heyra það að það sé einhvern nátt gott að tala ekki íslensku við útlendinga. En maður verður ekkert var við þetta annars staðar í Evrópu. Í Fraklandi talar fólk frönsku og í Danmörku talar fólk dönsku og ef það talar hann ekki þá er það skilgreinum hann sem útlending. Og það er náttúrulega eitthvað sem fólk hefur kvartað yfir hér, að þessi skilgreint sem útlendingar á reyndu einhvern veginn. Fólk prófar ekki íslensku áður og það skiptir yfir í útlensku. Það svona gefur sér að einhver sé útlendingur bara því hann er að selja þeim kaffi eða eitthvað svoleiðis. Já. Það er stundum kostuleg samtöl sem maður á við að panta sér eitt kaffi. Já. Það segir maður einn espresso og svo þarf maður að þýða það yfir á ensku. En þú hefur verið að gagnrýna þetta við þessu verið að fara yfir í ensku með bara í hvernig fyrirtæki og þjónusta kynni sig. Já, það er náttúrulega fyrsta lagi náttúrulega er það bara samkvæmt lögum þá eiga auglýsingar sem er beint að íslensku neytendum, það er eiga að vera á íslensku. Það er alveg skýrt ákvæði lögum það. En þar fyrir utan náttúrulega finnst mér að það eigi að vera bara sjálfsagt mál og metnaðarmál og þurfi ekki að vera neina lagaskylda fyrir fyrirtæki sem starfa hér að nota íslensku. Íslenska er opinbert mál og maður heyrir þetta oft og heyrir fólk segja þetta, það er miklu
miklu einfaldar að nota ensku því það skilja hana allir og það svo mikið vesinn og dýrt að vera með 2 útgáfur íslensku og ensku. Við þurfum að ná til allra í landinu, allra innflytjenda. Háskólinn nú í farabróti þessu, skipta bara kursunum yfir á ensku. Já, sko, háskólinn og háskólan náttúrulega almennt eru dálítið sér á báti vegna þess að þeir eru skilgreindir sem raun og veru alþjóðlega stofnanir í vissum skilningi og það er auðvitað mikilvægt bara fyrir akademiska menntuna fólk geti farið á milli landa og svo framvegis. En þegar við erum að ná til ef menn nota það sem rök að það þurfa að ná til allra og þá sé þægilegast að nota ensku og þá erum við bjóða því heim að sko verði bara mjög fljótlega hætt að nota íslensku yfirleitt vegna þess að það er hægt að nota þessi rök á svo mörgum sviðum. En er þetta ekki hræddur Jakob, Ármann, að þú sést að draga athygli að útlendingum eins og þessu ógn við íslenskuna. Því að við finnum það sem eigum börn að þar enskan hefur greiðan aðgang bara frá internetinu og öðru. Svo það þannig að við tökum bara svona innflytjendasvæði bara Brooklyn í Bandaríkjunum, að þar amman talar ennþá grísku, þó svo að barnabörnir séu búið að tala við að það sé einhvern veginn verið að tala það niður að fólk fái að viðhalda sínu móðumáli. Það jafnt mikilvægt fyrir innflytjendur á Íslandi að viðhalda sínu móðumáli, pólskunni, rúmenskunni eða úkraínsku. Ég segi það náttúrulega í greininni. Ég legg sérstaka áherslu að við höfum lagt of litla rækt líka við að hjálpa fólki að halda í sín eigin frummál og þetta náttúrulega ein grein af 4 sem ég skrifa. Þannig í þessari var áherslan á innflytjendur, í hinum áherslan á netið og aðra þætti, þannig að þess vegna tala ég sjálfstæðu fullveldi í þessari grein. En getum við ekki haldið sjálfstæðinu þó að séu 6% Pólverjar sem eiga sitt pólska samfélag á Íslandi? Jú, alveg hugsanlega, en það verður samt að hafa í huga að þú ber saman Ísland og New York, þá ertu að bera saman mjög ólíka hluti. Ísland minnsta þjóðtunga Evrópu, langminnst og þeir sem eru næstminnstir, eistar, þeir hafa verið miklu harkalegri í sinni tungumálapólitík en við nokkuð tíman. Þannig að En það ekki út af þjóðtingsástæðum að því að þeirra hópur rússneskur? Já, ég meina það skiptum frakkar eru líka mjög harðir, þeir eru harðari en við, þeir hafa meiri áhyggjur en við þó þeir séu 50 milljónir og við séum 300.000. Mér hefur fundist Íslendingar taka þessu allt og mikið sem gefnu og ég held að það tengi svona pínulitlu oflæti í íslenskri sjálfsmynd. Íslendingar tala ofta eins og þeir séu svona næstu jafn stórir og Bandaríkjamenn þó að munurinn sé talsverður og við verðum að vera svolítið raunsæ þegar við horfum á möguleika íslenskunar í heiminum og það, ég hef líka tekið eftir þessu umræðum samskipti ensku og íslensku og það stundu tala eins og íslenskar sé sterki aðilinn. En það náttúrulega víðs fjarri. Íslenska alls ekki sterki aðilinn. Það enskan sem að yfirtaka heiminn nema það sem fólk ver sig eins og í Frakklandi, þar eru ansi hörð tungumálulög. En við erum í raun og veru í varnarstöðu eðlilega. Þannig að það má ekki snúið sér svona á haus að tala eins og íslenska sé eitthvað sérstætt yfirsett tungumál. Þegar ég vann á Mokkanum fyrir 30 árum, ég vann á Mokkanum þá ótrúlega með virðast, þá hafði ég einhvern tíma fyrirsögn á ensku því ég var sá dagskrárblaðið og þá var sjónvarpsþáttur á ensku og ég setti fyrirsögn á ensku og þá hringdi gamall blaðamaður í mig og sagði, þú getur ekki haft fyrirsögn á ensku, það kunna ekki allir ensku. Og mér fannst þetta svo gott að vera myndur á þetta að það til fullt af Íslendingum sem ekki farið í háskóla, þeir kunna bara ekkert ensku mjög vel og ég held reyndar almennt að Íslendingar kunni ensku verð en þeir halda og þess vegna munið þeir vakna upp í vondan draum ef íslenskan ekki... Svo það aldrei góð samskipti þegar fólk að tala saman á ensku sem hefur góð út enskumælandi í raunina? Nei, þá er náttúrulega, þetta lækkar stíið, þetta fer á lægra plan eins og Halldór Laxness hefði sagt. En Eiríkur, það að vera með stefnu og reynda að vera með einhverja varnir. En tungumáli kemur einhvern veginn út úr samfélaginu og samskiptum fólks og það hefur bara, það breytist eftir því.
ekki hægt við kannski teljum það að vera of líklegt að við getum stoppað þessa þróun og það sem að við gerum til þess geti orðið sko aftrandi fyrir þá sem að búa hér? Sko við náttúrulega... Það hefur ekki bara sleppið þessu og það kemur ekki út úr þessu? Svolítið pólska inn í íslenskuna? Jú, ég meina það er bara gríðan enska inn í íslenskuna? Já, sko, það er alveg ljóst, sko, og hérna, ég hef aldrei verið neitt sérstaklega hræddur við þó að séu tökuorð úr ensku, eitthvað svolítið, tökuorð, þau hérna koma og fara, ef þau eru nauðsynleg, reynast vera nauðsynlega gagnleg í málinu, nú þá laga þau sig yfirleitt að íslensku og hérna við hættum að taka eftir þeim sérstaklega og hérna en aftur á móti sko ef að það er grundvalla munur á því að komi einhverju þættir úr ensku orði eða jafnvel setningagerðir inn í málið og svo það að íslenskan bara láti undan síga, hún hérna að enska sé notuð á einhverjum ákveðnum sviðum eða einhver önnur tungumál séu notuð af einhverjum ákveðnum hópum án þess að þeir hópar kunni íslensku. Þá hérna held ég að það sé að hætta á ferðum en hérna auðvitað getur fólk haft þá skoðun að þetta eigi bara að láta þetta fara svona og bara sjá til hvað komi út úr því en það verður þá átt að segja á því að það er engin leið tilbaka við náum ekkert ef að íslenskan missir einhver svið. Hversu hrætt geta tungumál svona dáið eða orðið hornreka? Mjög hratt, ég var fyrir... 1,5 kynslóð? Raun og veru, já, ég var styttra, ég var fyrir 3 árum, þá var ég, hlustaði ég á fyrirlestur hjá írskum málfræðingi það hvernig írskan hrundi og tilfelli, það kom mér mjög óvart, ég hafði aldrei áttað mig á því að þetta tók svona, hvað þetta tók stuttan tíma, þetta tók 30-40 ár á nú man ég ekki lengur nákvæmlega hvenær þetta var hvort það var í lok 18. aldar eða einhvern tímann miðja 19. öld, það skiptir ekki máli en það er hægt að sýna fram á það að það tók ekki nema 30-40 ár að írskan raun og veru hrindi auðvitað sko og 15 ári í þann tíma var komið svona point of no return já, býst við því sko, já, með ég segja það upplifir þú það þannig að við séum í einhverju svona já, á hraðferð og ég segi ekki, það sem ég finnst vera mitt hlutverk og okkar er að benda á hvað er undir þú veist, og það er það sem ég er að reyna að gera í þessari grein, að segja það að sleppa íslensku, að láta hana hverfa af sumum sviðum láta hluta landsmanna aldrei fá neitt aðgengi að íslenskunni. Það er, fólk þarf að skilja hvaða áhrif það hefur. Ekki líta svo á að þetta sé eitthvað bara enga áhugamál, nokkra málfræðinga eða kúrista. Þetta er stór mál fyrir samfélag, þetta kallar á allt öðruvísi samfélag. Það þarf, mér finnst það er svona einhver stefni í þessu, að Íslendingar þurfa svolítið vera svolítið vita hvað þeir vilja í þessum málum og með því að segja fólki hvað er undir, þá er það betur. Og risa átak, og það kalla á milljarða, 20 milljarða. Ef við horfum á næstu 20 árin, þá er þetta að tala umtalsverða fjárfestingu í því að viðhalda íslenskunni. Já, við fjárfestum það var fjárfest í máltækni áætlun núna seinasta kjörtímabil. Ég meina, slíkir fjármunir, svipaði fjármunir og þjóðin fór nú ekki á hausinu það og svipaði fjármunir í íslensku kennslu fyrir útlendinga. Það er þýðingavélar. Já, myndu skila sér talsvert vel tilbaka. Þú veist, þetta er það sem þarf fyrir mál og menningu er ekki mjög dýrt. Þetta er ekki peningar til verkfræðinga. Fólk sem stundar hugvist er alltaf miklu lægra kaupi. Þannig að það er hægt að fá mikið fyrir lítið stundum. En auðvitað allt sem öll svona varnarbáta kallar á einhverja fjárfestingu, þetta gerist ekki alveg ókeypis, en það hefur svolítið verið hugar fara Íslendinga til menntun og menningar, hún hefur helst að vera bara alveg ókeypis. En það er ekki möguleiki, held ég. Það er nú hellinga liði sem að tekur þátt í að venda íslenskuna með aðfærslum hvernig fólk talar.
Það eru það eru sjálfboðar, það eru sjálfboðar út um allt. Já. Eiríkur, þú hefur fundið svolítið að því að það fólk gengur hart fram? Já, ég held að það sé ekki rétta leiðin, sko, og muni ekki berga íslenskunni. En varðandi 19. öldina, þegar íslenska var endurist og þú segir að það hefur fyrst og fremst verið vandamál yfirstéttarinnar sem að hún tók þá upp alþýðumálið og hið fornamál. Það var gert með svona vakningu. Það var ekki gert með svona... Ég veit ekki hvort það er að segja hún hafi tekið upp alþýðumálið svo sem, en hérna, og sko þetta kannski gerðist ekki fyrir en hérna á fyrst og fremst kannski upphafi 20. aldar, sko, þá þegar hérna kom almenn skólaskylda með fræðslulögum 1907, þá var hægt að fara að boða svona koma boðskapnum til allra barna. Samræmda íslensku, eða út máliskum og ýmisleg menningar verðmæti sem að hurfu þá. Já. En til þess að því að þú vísar á sjálfstæðisbaráttu og þá þarf að vera, eða fullveldisbaráttu, þá þarf að vera einhver svona andleg barátta. Það þarf að vera vakning. Já. Er hægt að búa hana til með... Mér finnst ég sjá hana svolítið núna. Mér finnst viðhorfið núna 2022 vera allt annað en var fyrir hrun. Þá var eiginlega valla hægt að segja neitt svona aðeins að vera bara útrópaður sem einhver forn kall. En mér finnst þetta hafa breyst, í atvinnulífinu. Atvinnulífið á þeim tíma var mjög fýsandi þess að skipta bara alveg yfir í ensku. Það er ekki alveg sömu viðhorf núna. Maður fær jákvæðari strauma. En er ekki enskan fyrirferða meiri núna heldur var þá? Hún er fyrirferða meiri í afþreyingar menningunni vegna tækninga, menna það er bara óhjákvæmilegt. Þú veist, það er eitthvað sem hefur gerst og þarf að huga að. En auðvitað er það ekki endilega óskneins. Það er miklu frekar bara afleiðinga því að þessi tækni, afþreyingarefni, þetta kemur alltaf frá Bandaríkjunum og frá enskumælandi löndum. Og þess vegna eru börn að spila tölvuleiki og það er engin íslenski tölvuleiki til að spila á móti. Þú veist, þetta er bara að sumriti mjög eðlilegt bara eins og bíómyndirnar á sínum tíma, en við þurfum einhvern veginn að bregðast við þessari þróun með því að gera meira fyrir íslenskuna. Það náttúrulega hefur verið sko núna bara, maður sér bara núna undanfarna mánuði, gífurlega mikil umræða íslenskuna, miklu meiri heldur en nokkuð tíman áður held ég. Útrúðu fasti gestur í öllum kjætt á Já, og hérna, og ég meina, sko, þetta er alls konar umræða en ég held að svo umræða, sko, hún skipti gífurlegu máli vegna þess að hérna hún fær fólk til þess að hugsa þetta, hugsa tungumálið. Það er náttúrulega sko megin forsendan vegna þess að sko við erum eins og maður var nú að tala áðan sko við tökum þessu sem alltaf sjálfsögðum hlut sko bara íslenskan sé hérna og verði hér áfram án þess að við gerum nokkuð sérstakt til þess. Það er ekkert þannig. Og það er heldur ekki þannig að hún hljóta glatast. Það er ekki þannig að sama hvað við gerum þá muni íslensku hverfa á 50 ári. Það er alls ekki sama hvað við gerum. Nei, það er ekki alltaf að draga línu á milli svona tveggja punta. Þróunin hafi verið þess átt og þeir eru með hljótun átt. Nei, hún getur snúið við bara með hugarfarsbreytingu. Þetta til þess að gera það. Ég talaði við Agnieszku Sokolovsku Ég sá að þú varst dreifðir því við. Já. Og hún lærði íslensku. Ég man einhvern tímann talaði við hann og þá sagðist hann að það mennast tekið sig sérstaklega á þegar börnin voru komin í skóla til að geta hjálpa þeim. En hún var eiginlega við það að gefast upp á að tala íslensku. Af því að sko í hver skipti hún mætti ekki opna munnin á þess að væri leiðrétt og það að hún talaði með pólskum hreim var aldrei nógu gott. Þannig hún upplifði það, hún myndi aldrei komast inn í íslenskt málsamfélag. Þannig að til þess að þetta virki, þá þurfa Íslendingar svolítið að breyta sko afstöðu sinni til þess hvernig íslenskan er töluð. Það er nákvæmlega það er megin atriði. Ég er nú búin að tala mikið fyrir því sko að við áttum okkur á því að hérna íslenska er alls konar, það er íslenska er með hreim, þetta tala íslensku með hreim, hérna það er hægt að tala íslensku með ófullkomnum beygingum og skrýtinni orðaröð og svo framvegis. Það er samt sem áður íslenska. Og hérna sko ég held að sko það sé bara grundvallar atriði til þess að íslenskan lifi áfram. Það er að okkur takist að auka umburðarlyndi og hérna Íslendinga gagnvart alls konar íslensku
og þetta má auðvitað ekki vera þannig að fólk rekist frá því að læra málið vegna leiðréttinga og athugasemda og eitthvað svoleiðis og að menn skipti alltaf yfir í ensku þegar heyra að viðmælandinn er ekki alveg fljúandi færi í íslensku. Það er ótrúlega. Íslensku notur svo svipa. Já. Og man ekki hvernig hún orðaði, það var svona eins og það var eiginlega enginn svo hann gæti ekki tala niður til henni. Nei, og svo þetta líka sem maður hefur heyrt að þetta að skipta yfir í ensku þegar menn heyra að viðmælandinn kann ekki íslensku fullkomlega, að það sé nota svona til að gefa til fólki til kynna að það eigi ekkert heima hérna, Já. Hvað segirðu þetta? Ég held að það sé ákveðin. Íslenska þurfið að stækka dyrnar til Já, en ég held að sé svona fjölþættur afstöðu vandi í gangi, vegna þess að fólk kemur hingað sem vinnuafl og oft í láglaunastörf. Þá svona ákveðin svona hofmóður í gangi hjá Íslendingum og það ekki mikill áhugi kannski á menningu fólksins sem að koma. Þú veist, fólk hefur ekki mikil endilega áhuga á nýju Íslendingunum, það hefur mig jafnvel litið á sem gesti, tímabundna gesti. Það var nú alræmt hvernig Þjóðverjar kölluðu Tyrki gestavinnumenn á sínum tíma, jafnvel í margar kynslóðir, af því það var hugmyndin var þessi að fólk að koma og svo fer það aftur og það engin ástæð til að kenna þessu fólki í íslensku eða að hafa mikinn áhuga á því. Bara Pólverjarnir eru líklega stærra hlutfall af landsmönnum á Íslandi í dag heldur en að Tyrkir voru í Þýskalandi á síðan tíma. Já, og þetta auðvitað, þú veist, ég hugsa að það sé svona ákveðin fjölþættur afstöðu vandi í gangi, en það líka auðvitað hvimleitt eins og Eiríkur nefnir að þú veist, hver skipt sem maður byrja að tala um íslensku þá segir fólk, það eitt sem fyrir rosalega í taugarnar mér og það þegar fólk ber fram með röngum áherslum og þú veist, þetta svona þessi gamla umræðum menning íslensku, menn finna eitthvað sem fyrir í taugarnar að þeim, það einhver í gamla dag tölum en bara hver var skýrmæltur í útvarpi og hver var ekki skýrmæltur. Þetta var náttúrulega tæki til þess að aðgreina sig og lyfta sér upp og tala rétta íslensku og vitna í Íslendingasögur og stundum var þess að rétta íslenska ekki endilega rétt, þú veist, oft gekkur út að breiða út eitthvað sem var ekki endilega réttar en hitt, þannig að þetta auðvitað eitthvað sem við þurfum að hætta að gera. Auðvitað líka vandamál orðaforði, það stórt vandamál. Íslendingar hræddir við útlendingar skilja sig ekki, þú veist, þetta samskipti sem kalla á nákvæmni og fólk óttast leið og það hefur minnsta grunum að viðmælandi sé útlendingur að það fái ranga pöntun eða það fái ranga vöru eða eitthvað svo leiðist. Þannig að þetta auðvitað, og þessu hef ég lent í sjálfur að því að leiðbeini útlendingum, að þú veist, maður hefur áhyggjur af því að maður segja þeim eitthvað á íslensku sem mjög mikilvægt og það segja já, en hafi kannski ekkert skilið það. Þannig að þetta auðvitað eitthvað sem við þurfum að eiga við. Ég segi það sem auðveldast að gera, það að auka framboðið til muna, vegna að það beinlínis búin að kvarta yfir því að það sé ekki nægilegt framboð, það sé ekki nóg sveigjanlegt. Þetta svolítið framboð af íslensku. Já, einstaklingum sjálfum innflytjendum falið algjörlega annast sína eigin íslensku menntun, nánast. Það ekki verið, þú veist, þetta gerum við ekki við börnin. Þú veist, börnin ekki sagt, já, svo máttu fara í skóla ef þú vilt. Þú veist, það tíma. Já, þannig að, og svo vinnur 12 tíma á dag og svo fer í skóla. Þú veist, þetta gerum við ekki við þau. Við þurfum að líta svo á, og þetta skrifa nú Eiríkur sínum tíma, að þetta sé eðlilegur hluti af því að flytja til Íslands, sé að hluti af tímanum fari í íslensku kennslu hjá öllum. Það sé bara hluti af vinnuvikunni og bara eigi að gerast á þeim tíma sem fólki hendar best. Þannig að þú veist, ég held að þetta sé nauðsynlegt og þess kannski tekið sterkt til orða með fullveldi og sjálfstæði, því mér finnst mikilvægt að fólki sem tekur ákvæmlega starfsamt að skilja þetta ekki eitthvað dútl og fygt sem aukaatriði, heldur þetta mikilvægt fyrir samfélagið sem heild. Herðu, ágættur prófessor, við höfum talað hérna áður um þetta mál við innflytjendur og meðan ég var að tala við ykkur þá ætla ég að endurtaka þessa umræðu í næstu viku hérna við Rauðaborðið íslenskuna með innflytjendum og sjá hvort að það verið öðruvísi áherslur sem að koma þar. Já. En Ármann og Eiríkur, kæra þakkir. Hér á eftir tölum við aðra ógn sem að stafar af Íslandi og það hryðjuverkum.